treyst á þig en ekki á mig, og þennan sannleik mun ég sýna. Þú ert Guð og ríkir enn. Þótt ég sjái framtíð mína, ég treyst á þig en ekki á mig, og þennan sannleik mun ég sýna. Þú ert Guð og ríkir enn. Þó óvinir mér hrelli, sigurkross þinn sagðir sér. Á för mín Jesú augu festi, því þú ert Guð en ekki ég. Þú ert góður miskunnsamur, hefur verið og ert enn, og þér til dýrðar ert þú Guð. Þú ert Guð og ríkir enn. Þótt ég sjái framtíð mína, ég treysti á þig ekki á mig, og þennan sannleik mun ég sýna. Þú ert Guð og ríkir enn. Þótt ég sjái framtíð mína, ég treyst á þig en ekki á mig, og þennan sannleik mun ég sýna. Þú ert Guð og ríkir enn. Og þennan sannleik mun ég sýna. Þú ert Guð og ríkir How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name. how excellent is Is your name. how excellent is your name, O Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, O Lord. How marvelous is your name, O Lord. How marvelous is your name, O Lord. How marvelous is your name. How marvelous is your name. How marvelous is your name, O Lord. How marvelous is your name. How marvelous is your name.
Gott för Kitty min. Komið sæl. Og það má ekki segja gleðilega hátíð alveg strax, segja sumir. Segja það bara samt. Nú að koma hátíð. Jesús að koma. Amen. Ha? Já, en svo kemur hann aftur. Ég að bíða eftir því. Amen. Það orð í Filippíbréfinu, 3. kafla, 16. vers sem ég langar að tala í dag, og ef þið lesi versin á undan þá sjáu þið að Páll hann að tala baráttuna sem hann á í, og hann að tala hvað hann að keppa, hverju hann að keppa eftir. Og versið sem kom upp í huga minn þetta að aðeins skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Og Páll hér á undan, hann segir að hann ekki búin að hann að berjast, og hann ekki búin að höndla það sem hann þráir að höndla í sínu lífi, en samt hann á fullu. Og mig langar að tala þessa göngu með Guði, og það virðist vera í gegnum aldirnar að þá breytist þessi ganga með, eða hún virðist vera svo sama að það er alltaf stríð og barátta fyrir þá sem vilja ganga með Guði, vegna þess að það virðist vera svo oft gangan á móti straumnum. Og einum stað segir Páll í Postulasögunni við, man ekki hvaða kirkja, hvort það var kirkjan í Antíókíu, að við þurfum að ganga í gegnum þrengingar inn í Guðs ríki. Og það er enn þann dag í dag að það eru margir sem að ganga inn í Guðs ríki í gegnum miklar þrengingar, og kannski okkar þrengingar í þessum vestræna heimi öðru vísi. Við höfum það nefnilega svo þægilegt að okkar þrenging að við erum eiginlega sofnuð, og þessir kirkja, ég heyri svo oft að ofsótta kirkjan, hún biður fyrir okkur, og það kemur í huga minn að kirkjan í Íran, þegar að 1978 eða 9, að þá var fólk mjög svona værukært, og síðan það bara á einum degi að þá breytist allt þegar Íslam tekur yfir og kirkjan byrjaði að koma saman á hnjánum, og hefur verið á hnjánum alla tíð síðan, og það er mikil vakning í Íran. En það er þetta að ganga með Guði. Það er kannski ekki beint inn í dag að ganga með Guði. Og hvað ég segja, það er ekki endilega allir sem já, ef einhver gengur með Guði, að það er endilega ekki svona, það sem við segjum, alltaf árangursríkt líf, eða eitthvað sem fólk lítur á að skili árangri. Af hverju að eyða tímanum þínum í þetta, til hvers að þessu, ég meina, ekki nóg annað að gera. En í Sálmi 14, vers 2, þá segir að Guð, hann lítur niður að himni, og hann, ég hef svo oft minnst á þetta vers, hann að gá hvort að nokkur sé vís, eða nokkur sé vitur, eða hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Þannig í augum Guðs, þá það hygginn maður sem tekur tíma til að leita hans, og líf hans snýst að leita hans. Og ég meina, Páll sagði við Tímóteus,
við sjáum baráttuna sem Páll á í hérna, hann sagði við Tímóteus þegar hann var að svona uppörvan, vertu stöðugur að lesa og ritningunum, vertu stöðugur í bæninu, svo segir hann, vertu allur í þessu. Og þá talar svolítið til mín að kannski maður bara hálfur í þessu. Við þurfum að vera öll í þessu. Allt líf okkar þarf að snúast gönguna með Guði. Og þá segir fólk, og ég man alltaf eftir manninum sem sagði við mig á Siglufirði þegar ég frelsaðist og var á togara. Hann sagði, já, og ég fór að svona vitna fyrir þeim, kom einhver rit og við vorum að landa og ég fór að gefa öllum rit. Og hann segir, já, það var nú ekki gott ef allir færu í þetta, hver að þá að vinna vinnuna okkar? Og ég hef hélt áfram að vinna mína vinnu og hef skilað minni vinnu í 40 ár og hérna, eða vann 40 ár eftir þann tíma, en þannig að gangan með Guði, að hún allstaðar, og við eigum hérna sálm sem segir mitt í önnum hversdags lífsins Guði þjóna þarf. Þannig að ganga með Guði, að það sama hvar ég og ég man eftir manni sem sagði, hann kom inn á pub, þetta var einn af hérna 4 sem voru með, það var hreyfing sem hét Shepherd's Movement, man ekki hvort hann hét Bob Mumford eða hvað. Þeir voru breskir. Hann kemur inn á pub og í Englandi og þá gellur við í einum. Og hann var svona hæðast að honum að því að honum fannst hann ekki eiga að vera kannski á þessum stað og hann sagði, hvar er Guð núna? Og Bob Mumford hann svaraði, hann er nákvæmlega hér með mér. Og mér finnst það svo frábært svar að hann var alveg viss það að því hann var þar, þá var Guð þar. Og það er þessi ganga með Guði að þar sem þjónn minn þar mun ég og vera. Amen. Halleluja. Þannig að Guð, hann lítur niður að himni og hann að fylgjast með hvort nokkur sé hygginn einhver sem að leita hans. Og það er svo oft, sko, við getum verið í kirkju, við getum verið í þessu, við getum verið í hinu, en erum við að leita Guðs? Hjart okkar eftir Guði alla daga? Það að ganga með Guði. Og þessi ganga, hún byrjar í Matteus 7, Jesús lýsir því í Matteus 7 að hann segir að við komum hlið sem þröngt. Matteus 7, 13 og 14. Við komum hlið sem þröngt. Og þetta voða lítið predikað í dag. Og það talað að vegurinn, Jesús sagði að vegurinn væri mjór og Jesús sagði að væri fáir sem fyndu hann og það ekki vinsælt að segja það heldur. En þetta voru orð Jesú, að hann sagði að gatan væri mjó og hliðið væri þröngt, en svo var annar breiður vegur og það eru margir sem fara þann veg og það hefur svo sem lítið breyst í dag. Nema það að kannski þessi boðskapur að ganga með Guði og að koma inn þetta hlið, að það má segja að það í mínu hjarta, eða eins og ég sé það, þá það orðið útþynnt. Við heyrum oft bara, prófaðu Guð, vittu hvort þér líkar hann og komdu svo. Nei, það ekki þannig. Þú kemur Guðs leið og við verðum að gera iðrun og það eitthvað sem gerist. Það var eitthvað sem gerðist í mínu hjarta að ég tók þá afstöðu að gefa Jesú Kristi líf mitt. Ég var ekki bara að prófa. Ég var komin inn að vegg og ég beygði kném. Það var eitthvað sem Guð var búinn að setja mig á þann stað að það var annarkvort þetta eða ekkert. Annarkvort þurfti ég að taka við Guði og byrja að ganga með honum eða mér fannst bara líf mitt vera búið. Og þá segir fólk kannski að þetta nú bara alveg einstæmi. Nei, þetta ekki einstæmi. Samfæring heilags anda, hún setur okkur á þennan stað að við verðum að gera iðrun. Og þar byrjar gangan með Guði. Og gangan með Guði, í Rómverjabréfinu 6:4, þá segir að við séum krossfest með honum til þess að lifa nýju lífi. Ekki þannig? Jú.
við erum því dáin og grefturum með honum í skírninni og eins og faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðamætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Og ég held að þetta er svo öflugt hér að sko gangan hefst á því að þú gefur upp. Og takt eftir því, þetta er alveg þvert á svona þessa framgangsguðfræði sem segir að Guð er með þér til að hjálpa þér. Hérna segir að við gefum upp okkar líf, þú gefur upp þitt líf til þess, þú gefur upp þinn draum, til hvers? Til þess að lifa hans draum. Það er gangan með Guði. Sjáðu, Guð hefur draum fyrir þitt líf og þú gefur upp þinn draum, þú deyrð þínu lífi. Þú kemur að altari, í Gamla testamentið þegar þeir koma að tjaldbúðinni, það var altari. Þeir koma að altarinu og þeir settu fórn á altarið. Í Nýja sáttmála þá erum við fórnin. Rómarbréfi 12. Við erum fórnin. Við komum á altarið og við gefum honum líf okkar, síðan höldum við áfram inn í tjaldbúðina og byrjum að þjóna honum. Þannig að þetta að gefast Guði og ganga með Guði, það þýðir það að við gefum okkar draum til þess að lifa hans draum. Jesús orðaði þetta svona í Matteus 11:28 að komið til mín, allir þeir sem erfiði hafið og þungar byrðar. Og ég man það að ég á þessum tíma fyrir 40 eitthvað árum var með þungar byrðar og ég var með ok sem var mér og erfitt. Og ég tók Jesú á orðinu og ég kom til hans. Og ég gaf honum mitt ok og tók hans ok. Og hann hafði sagt mér að hans ok væri indælt og hans byrði ljúf eða létt. Og ég fengið að reyna það öll þessi ár og ég var að hugsa hvað hefur verið stórkostlegt að ganga með Guði í 45 ár. Hætti ég að vinna? Nei, ég gekk með Guði í vinnunni. Ég man að ég bað oft til Guðs að hjálpa mér þegar ég var í vinnunni. Og Guð gaf mér svo oft lausn á verkefnum í vinnunni. Og ég gæti líka verið vitnisburður fyrir Guð í vinnunni. Þannig að gangan með Guði, hún snýst það að, já, við tökum hans ok, hann hérna tekur okkar byrði og við tökum hans byrði. Og hans byrði, hún er ljúf. Og síðan kemur þetta í Lúkas 14:27 að Jesús segir að það getur enginn verið lærisveinn minn nema hann taki krossinn og fylgi mér. Þannig að hér kemur aftur, það er hans líf, það er hans draumur og það er þitt og mitt val. Það er þitt og mitt val. Sjáðu, kross. Þegar maður er krossfestur og krossin hefur þessa merkingu að þú getur ekki hreyft þig af því að þú ert krossfestur. Og Páll, hann heldur áfram og hann útskýrir þetta og segir að ég er krossfestur fyrir heiminum. Þannig að ef ég er krossfestur, að það eru ákveðnir hlutir sem að ég get ekki gert. Ég get bara gengið með Guði núna. Ég get bara verið lærisveinn hans. Af því að ég er krossfestur, allt hitt er krossfest. Nú geng ég bara með Guði. Það er að vera krossfestur og það er að taka upp krossin. Og þetta er líka val, sjáðu til. Þú getur valið að hætta að ganga með Guði. Og þannig að það hefur líka alltaf verið, sem sagt, í gegnum söguna, að þá hafa menn alltaf þurft að velja að halda áfram að ganga með Guði. Í Jósúa, 24. kapla og eitthvað þess, þar segir Jósúa, þar er hann að skora á Ísraelsmenn og það er svo merkilegt að Ísraelsmenn á þessum tíma, þeir eru búin að vinna mikla sigra. Þeir eru búin að vinna heilmikið land fyrir Guð og fyrir Guð eða fyrir sig sem Guð hafði gefið þeim. Þannig að þeir voru búnir að komnir út úr Egyptalandi, búnir að fara yfir ána Jórdan og byrjaðir að taka land fyrir Guð. En nú þegar þið lesið 24. kaplan, þá sjáu þið, vitið hvað hafði gerst? Þeir höfðu aðeins slakað á göngunum með Guði, það voru komin skurgoð inn í þeirra líf. Og þeir voru að ganga með Guði, en krossin,
hafði verið lagður til hliðar, ef ég má taka þá mynd, og þeir voru komnir á kaf í skurðgoðadýrkun. Og Jósúa hann skorar á það og hann segir, þið getið ekki þjóna Guði og öðrum guðum. Fyrir mig og mitt hús þá ætlum við að þjóna drottni, segir Jósúa. Þannig að hann skorar á Ísraelsmenn á þessum stað, á þessum tímapunkti, að halda áfram að fylgja Guði. Og oft í gegnum tíðina þá eru margir sem að árangur í kristnu starfi, hann oft metinn þannig með fjöldanum sem kemur inn í kirkjuna á sunnudögum. Og það gott að hafa fullan sal og ég þrá að hafa fullan sal af fólki sem vil tilbiðja Guð. En Jesús Kristur og Jósúa, og það athyglisvert versið í Jóhannes 6:66 og merkilegt að það skuli vera 6:66, að þá Jesús að tala og hann með þennan boðskap, svona svipaðan boðskap og ég kannski að tala í dag, að þá segja lærisveinarnir, þungar þessi ræða, hver getur hlusta á þetta? Og nú velja þeir að yfirgefa Jesú. Þeir velja að yfirgefa Jesú. Margir fóru burt frá honum á þessum degi. En sem betur fer, þá voru nokkrir sem að ákváðu að halda áfram með honum. Og Pétur hann komst að þessari niðurstöðu að það væri ekkert annað að fara. Þú hefur orð lífsins, við höfum ekkert annað að gera en að fylgja þér. Ég veit ekki með þig, ég búin að komast að þessari niðurstöðu fyrir mig að ég hef ekkert annað að fara en að fylgja Jesú Kristi áfram. Það sama hvað gengur á í þessum heimi og það eru margir núna í dag sem eiga þessari baráttu, geti haldið áfram göngunum með Guði eða þetta óraunhæft? Það æpir allt á okkur í dag og segir, þetta vitleysa að vera að eyða tímanum í kirkju og vera að eyða tímanum í að biðja og lesa Guðs orð eða ganga með Guði. Þetta bara heimska og þetta bara gamaldags kreddur. Það æpir á, en hvernig þjóðfélagið okkar? Á hverju eru unglingarnir okkar, það eins og sé ekki til nógu marga geðdeildir og af hverju eru ofbeldi meðal unglingan okkar, af hverju þjóðin á vonar völ? Ekki eitthvað sem vantar? Vorum við ekki sköpuð fyrir þessa göngu með Guði, að ganga með honum? Jú, ég held að við þurfum að taka afleiðingum þess ef við hættum göngunni með Guði. Og það svo mikilvægt að við sjáum þetta. Og svo þessi ganga með Guði, hún ekki eins fyrir alla. Og ég var að hugsa það að stundum lesum við að það kannski einhver einn maður sem byrjar að ganga með Guði og hann bara snýr öllu við í kringum sig. Og það bara, Páll postuli, hann var svona, það sagt hann og þá félaga í postulagsögunni 17-16 að nú eru mennirnir konur sem hafa bara komið allri heimsbyggðin í uppnám. Þeir sneru bara öllu á hvolf. Og mikið vildi ég ættum svona menn hérna á Íslandi sem sneru bara öllu á hvolf. Og það eru bara allir hræddir að því að núna eru mennirnir komnir sem að hafa snúið komið allri heimsbyggðin í uppnám. Og það eru svona menn sem að bara kannski einhver einn, ég man eftir Morsorello sem að ég hlustaði mikið á þegar ég var yngri, hann sagði, ef að kirkjan hefði staðið í því stykki sem hún átti að standa í, þá hefði Guð ekki þurft að reisa upp Morsorello, sagðan. Hann sagði að Guð reisti upp svona menn og hann það má segja að hann var eins og jarðýta allt sitt líf. Hann starfaði 300 og held ég var ofta á ferðinni 340-50 daga á ári út allan heim, Afríku, Asíu, hann var í Evrópu og hann var allstaðar. Og hann reist upp, hans hugsjón var að reisa upp Guðs her,
God's victorious army. Það var hans sýn og hann vann að því allt sitt líf fram til 86 ára aldurs. Þannig að það eru svona menn sem Guð reisir upp og það eru allir sem sjá þá og þeir verða svona hetjur. En svo eru það þessi sem eru ósýnilegir. Og vitið það, þeir eru líka hetjur. Og við, í stórum her, að þá eru flestir ósýnilegir. En það eru bara kannski herforingjarnir sem eru sýnilegir. Og við höfum þennan her Guðs sem bæði sýnilegur og ósýnilegur. Í Efesusbréfinu 4:16 þá segir ef sér hver taug inn í sína þjónusta hendi, þá verður það til þess að líkaminn hann vex og hann byggist upp í kærleika. Og það Guðs sýn að líkami Krists, að sér hver taug, við vitum það ef eitthvað vantar í okkar líkama, þá finnum við okkur, það þarf bara að vera tannpína. Ég veit að það einn hérna sem slæmur í höndunum núna og það háir honum. Hann getur ekki gert það sem hann vill gera og það eru bara hendurnar. En sjáðu, ef allur líkaminn samanfelldur, og ég held að það sé svo mikilvægt að allur líkaminn, sama hvert okkar hlutverk að við séum öll að ganga með Guði og við tökum þessa göngu alvarlega og við séum öll í þessu. Við séum öll í þessu. Þetta númer 1, þetta númer 2, þetta númer 3. Allt annað getur beðið. Amen. Jafnvel, já. Hún vissi hvað ég ætla að segja. Nei, hún vissi það ekki. Stundum látum við konuna jafnvel bíða. Amen. En já, við gerum sáttmála þegar við giftum okkur. Þá, hún myndi mig á það daginn, þú sagðir við mig að Guð væri númer 1 og ég væri númer 2 og hún hefur sagt sig við það öll þessi ár og meiri segja myndi mig á það. En hún segir að það mín köllun að þjóna þér. Ég veit ekki hvar þið finnir svona konu annar staðar sem segir það að hennar köllun að þjóna manninu sínum. Þetta kannski ekki alveg feminista kenningin eða hvað. En við þjónum hvert öðru. Ég elska að þjóna henni líka af því að ég elska hana. Þannig að það yndislegt. En það þetta að ganga með Guði. Í Postulasögunni 4:13 þá voru menn sem voru búnir að lækna mann og farisearnir voru orðnir svona hálfbrjálaðir og þeir voru teknir fyrir ráðið og þeir eru að tala við þá og svo eru þeir alveg undrandi á því hvað þessir menn vita mikið. Og þetta eru lærisveinarnir Pétur, þeir höfðu læknað lamamanninn þarna við Fögrudyr og þeir komast að því að þessir menn höfðu verið með Jesú. Þeir gengu með Guði. Þeir höfðu verið með Jesú og það var lykillinn. Þess vegna höfðu þeir læknað þennan lama mann. Og það einmitt það að þessi ganga með Guði, að það hún sem gerir gæfu munin. Ég man eftir á Kotmót einhver tíman, að þá var einn af trúbræðurum okkar, ég held ég hafi verið svona hér úlingur þá, og þá var einn annar úlingur sem var að segja mig, við vorum að biðja hérna fyrir einhverju konu og það bara gerist ekki neitt. Svo kemur Daniel Glad, og Daniel Glad, hann var svona sænskur Íslendingur, og hann sagði, ó, drottinn, blessaðu hana. Hann talaði stundum svona, og þá segir þessi vinur minn við mig, hann segir, okkur fannst þetta að vera gamall kall, en hann hafði það sem til þurfti. Hann gekk með Guði. Hann hafði smurninguna sem þurfti til þess að leysa málið. Og ég hef svo oft hugsað það að Guð, það sem okkur finnst vera kannski svona greit, að það finnst Guð ekki ægilega mikils vert. En já, það einn maður sem kannski getur breytt öllu í kringum sig. Og ég bara, þegar ég var
hugsa þetta allt saman, þessa göngu með Guði, þá komu þessir menn upp í hugan. Móse, hann hlýddi Guði og gekk með Guði, og hann gekk 40 ár með Guði í raun og veru á þess að gera nokkuð skapaðan hlut, og það þykir ekki flott í dag. Hann var að passa nokkrar rollur, og svo það allt í einu að Guð, hann bara talar til hans og komdu hérna að þessum runna, og Móse gerir það, og það verður til þess að Móse, hann leiðir heila þjóð út úr þrældómi. Hann gekk með Guði. Elía, hann kallaði eld niður frá himni, og hann var á svona tíma þar sem að kannski svipað á í dag. Það er sagt, ef þið lesið í konungabókinni á undan sögunum Elía, þá er sagt að þar voru menn sem helguðu sig sörlifnaði, og það var allt á kafi í skurgoðadýrkun, það var Balsdýrkun, og Jezabel var þarna drottning, og hún var mjög ill kona, og hún lét drepa spámenn Guðs. Og það er á þessum tíma sem að Elía, fyrst er það þannig að Elía, Guð segir að fela sig. Elía var búin að segja, nú sko rignir ekki, og það kostaði það að það kom hungursneyð yfir landið, það var þurrkur, og það var bara neyð. Og ég segi stundum að að Akab, þessi slæmi Ísraels konungur, hann hafði meira common sense fyrirgefið, eða meira vit heldur en okkar stjórnmálamenn þegar þeir eru að tala hérna loftslagsmálin. Hann fór og leitaði uppi Elía. Hann vissi að Guðsmaðurinn hafði lausn á þessum málum, og Elía, hann kom með lausnina, og það kom eldur frá himni. Og svo er það hann Elísa, að hann leysti mengunar vandamálið, og það var mengað vatn, og hann bara setti salt í vatnið, og saltið, það var ekki saltið sem gerði vatnið heilt, það var orð Guðs sem gerði vatnið heilnæmt. Og ég hef svo oft hugsað þessi loftslagsmál, mengun og allt þetta, að Guð, hann hefur svarið. Og Guð mun leysa, við þurfum ekki að vera að eyða peningum í loftslagsruglið, vegna þess að Guð er búinn að segja okkur það, að hann mun koma og með nýjan himinn og nýja jörð, og það kemur á réttum tíma. Og síðan er það hann Daniel, að hann gekk með Guði, og hann bjargaði vitringunum í Babylon frá því að verða deyddir. Af hverju? Af því að hann réði drauminn sem enginn gat ráðið. Daniel, hann gekk með Guði, og þess vegna hafði hann yfir náttúrulega visku. Og það er sagt að Guð breytti tímum og tíðum á dögum Daniels, af því hann neitaði að beygja sig. Daniel jafnvel lokaði munni, eða engill drottins kom og lokaði munni ljónanna. Þannig að Daniel var einn, og svo er það Davíð og Golíat. Það er frábær saga, að við lesum Ísraels her, og þeir voru allir skelfingu losni þegar þeir sáu Golíat. En það er svo merkilegt með Davíð, hann sá ekki Golíat, hann sá bara Guð. Hann tók ekki eftir Golíat af því að hann sá bara Guð. Hann sagði, hver er þessi óumskorni filisti sem dirfist að smána herfylkingar hins lifanda Guðs? Mér finnst það alveg frábært. Og svo segir hann, það er í 17. kaflanum, 37. og 37. versið, að hann segir að ljón hef ég, hvernig orðar hann það? Þjóttinn hefur bæði drepið ljón og birni, eins mun fara fyrir þessum óumskorna fylista, vegna þess að hann hefur hæðst að hersveitum hins lifanda Guðs. Og næsta vers, var þetta 36? Já, 37 líka. Davíð hélt áfram, drottinn sem bjargaði mér úr klóm ljóna og bjarna mun einnig bjarga mér frá fylistum. Þá svaraði Sál Davíð, þú skalt fara og drottinn veri með þér. Þannig að við sjáum þessa menn, þetta voru þeir sem voru sýnilegir og þeir unnu stórvirki. En svo sjáum við líka þessa ósýnilegu
sem eru jafn mikilvægir. Í öðru Tímóteusarbréfi 1:16 þá talar Páll að Ónesífórus, maður sem hét Ónesífórus, og Páll var þessi sýnilega trúarhetja, að hann segir, þessi maður, hann hresti mig oft. Hvernig segir það? Drottinn veiti miskunn, síðara Tímóteusarbréf 1:16, Drottinn veiti miskunn heimili Ónesífórusar, því að oft hresti hann mig og fyrirvar sig ekki fyrir fjötur minn. Þannig að hér einn af þessu, svo það minnist Páll á söfnuðin sem kom saman í Kólósu, og hann minnist ofta á fólk sem við heyrum ekki talað í Biblíunni, en það sem var bara lifandi fyrir mér að þetta fólk, líkaminn, allur jafn mikilvægur, og þess vegna það alveg sama hvað ósýnileg okkar þjónusta við þurfum að taka gönguna með Guði jafn alvarlega. Og svo það einn maður í viðbót. Hann gekk líka með Guði, hann héti Enók, og hann hvarf. Og Júdas talar Enók í Júdasarbréfinu 14. versi, þá minnir Júdas á bróðir Jesú okkur á spádómsorð sem Enók hafi komið með, að Drottinn muni koma aftur. Og mér svo merkilegt að Enók hvarf, og áður en að Drottinn kemur aftur, þetta sem Enók spáði, að þá mun fullt af fólki hverfa burt af jörðinni. Og hverjir skyldu það vera? Jú, það eru þeir sem ganga með Guði. Það eru þeir sem ganga með Guði. Þeir munu verða hrifnir upp til fundar við Drottinn í loftinu, og þeir munu síðan koma með honum til þess að ríkja, uppfylla spádóminn sem Enók spáði, koma með honum aftur til jarðarinnar til að ríkja hér á jörð. Júdas 1:14. Og Biblían segir að gangan með Guði, hún hafi fyrirheit. Sjá, Drottinn kominn með sínum 1000 heilagra. Þessa menn spáði líka Enók. Drottinn kominn með sínum 1000 heilagra til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ókulega menn seka öll þau ókulegu verk sem þeir hafa dríkt, öll þau hörðu orð sem ókulegi syndarar hafa talað gegn honum. Þannig að við sjáum að hann kemur. En áður en hann kemur, segir Biblían, að kirkjan, þeir sem ganga með honum, munu verða hrifnir upp til fundar við hann í loftinu. Og síðan komum við aftur til jarðar. Og Biblían segir að ganga með Guði hafi fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Og það einmitt það að við förum í líkamsrækt, ég geri það, en það hefur bara fyrirheit fyrir þetta líf. Það hefur ekki fyrirheit fyrir hið komanda. Þegar við leitum Guðs, það hefur fyrirheit fyrir hið komanda. Vegna þess að bænir okkar eru í skál frammi fyrir altari Guðs. Það líka minnisbók frammi fyrir augliti Guðs, þar sem Guð hefur skrifað nöfn þeirra sem óttast hann. Þannig að Guð með þetta alveg á hreinu. Og ég held að hann hafi verið kominn með þetta með rafræn skilríki löngu áður en að Hagstofan kom með það, að hann það þurfti ekki að skrifa þetta niður endilega á blað og penna, en ég meina, hann með allan heiminn skráðan. Það lífsins bók og það hinn bókin. Og ég held að ég bara trúi því að það þetta sem að við þurfum að koma kannski aftur að sem kirkja, að það eilífa lífið, að það meira mikilvægara heldur en þetta líf. Og þess vegna þurfum við stundum að gefa upp hluti í þessu lífi vegna eilífa lífsins. Vegna þess að eilífðin með eilíf, þetta líf bara 70-80 ár.
Og Biblían segir að í Jóhannes 3:16 að Guð elskaði svo heiminn, gaf son sinn eingetinn, að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og Jesús Kristur dyrnar, hann vegurinn, og eins og ég segi svo oft við jarðarfarir, hann líka vegabréfið. Og af hverju segi ég það? Vegna þess að þegar ég vann upp á velli, þá þurfti ég að fara í gegnum hlið á hverjum degi sem hét gullna hliðið. Og gullna hliðið, ég þurfti að fara þar í gegn og tæma alla vasa og síðan labbaði maður í gegn ef að hliðið valdi á þig, þá þurftur að fara aftur í gegn og ég man það einu sinni, þurfti ég að fara aftur, tæma vasan, kom svo aftur í gegn og þá segir annar vörður við, já, nú hann hreinn. Og það einmitt það, til að fara í gegnum gullna hliðið inn í himinin, að þá þurfum við að vera hrein. Og það gerist aðeins fyrir Jesúm Krist, af því að hann dyrnar. Hann dyrnar. Og það var svo merkilegt með það, að fólk segir svo oft, já, Guð, ég nú svona góður og ég hlýt að sleppa, en ég var búin að vinna þarna, þegar þetta hlið kom, þá var ég búin að vinna í 20 ár og ég þekkti flesta verðina og það var alveg sama, ég gæti aldrei komist þarna inn nema að hafa þennan aðgangspassan. Ég varð að fara heim og sækja hann. Það var bara lög. Og ef að menn geta gert svona lög, af hverju haldið þið þá að Guð, af hverju þá ósanngjarnt að Guð, hann hafi sem sagt dyr inn í sinn himinn. Og við vorum hérna ég var að ræða við eitt hérna í gærkvöldu, við vorum í mat hjá henni Mörtu og vorum að ræða það að við þurftum að koma inn dyrnar. Ef við hefðum komið inn gluggana, þá ég ekki viss að við hefðum fengið að borða hjá Mörtu, vegna þess að það hefði ekki svona fallið í kramið. Og það eins með þetta, það það sem Jesús á við komum hans leið inn í himinin. Hann þurfti að deyja fyrir okkar syndir og hann þurfti þess. Hann þurfti þess, vegna þess að maðurinn var guðvana í heiminum. Og það þess vegna að við þurfum að, koma inn í Guðsríkið í gegnum hann. Og svo það þessi aðventu boðskapur að hann mun koma og það svo skrýtið með fyrri komuna, einhver sagði að hann kominn, hann kominn. Við fyrri komuna, þá talar Biblían bara 2 sem voru að bíða hans. En spurningin núna við seinni komuna, hvað eru margir að bíða hans? Hvað eru margir sem það var Anna og hann Símon, þau voru að bíða Jesú eftir að Messías kæmi. En spurningin fyrir okkur, erum við að bíða hans að hann komi á ný? Eða erum við bara svona eins og var á dögum Nóa, þetta bara gengur sinn vanagang, eða erum við að vænta endurkoma hans? Þannig að það bara bæn mín að Guð megi vekja sína kirkju upp til þess að sjá eilífa lífið. Það hefur ekki breyst. Það ekki til neitt sem heitir sumarland. Það spiritismi. Það himinn eða helvíti. Það himnaríki og helvíti. Og við vorum að tala það í gær, hvernig þetta helvíti væri, við vitum það ekki. Og ég vildi sem sagt óska það væri ekki til. En Jesús talaði þetta og hann sagðist hafa dáið til þess að við þyrftum ekki að fara á þann stað. Þess vegna þurfum við að taka við Jesú Kristi sem okkar frelsara og við þurfum að velja líka aftur og aftur að halda áfram þessari göngu með Guði. Amen. Faðir, ég bara þakka þér fyrir að þú elskar okkur og þakka þér fyrir það að þú lítur ennþá niður að himni
til að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti þín. Og drottin, við biðjum drottin fyrir þjóðin okkar, við biðjum svo innilega fyrir bæjarfélagin okkar, við biðjum fyrir sérhverju heimili á þessu landi drottin, að þekkingin á þér megi koma inn að nýju drottin. Ég biði fyrir öllum skólum, ég biði fyrir leikskólum, ég biði drottin að þekkingin á þér megi aftur koma inn í skólana. Ég biði fyrir nýjum menntamála ráðherra drottin, henni Ástu Lóu. Ég biði að blessa hana í hennar starfi og ég biði Faðir Guð að nota hana til þess að þekkingin á þér megi aftur koma inn í menntakerfið. Faðir, við blessum landið okkar, við blessum þjóðin okkar og við segjum, þú ert Guð vors lands, þú ert lands vors Guð, og við komum hér saman til að lofa þitt heilaga nafn. Amen. Amen. Og við bara ljúkum þessari útsendingu núna frá kirkjun okkar í Jesú nafni. Amen. Og við skulum kannski syngja einn söng í lokin.